Já, komið sæl á ný. Eins og við sögum á hana, þá ætlum við að tala við fólk sem að horfur eftir Pírötum út af þingi og þau eru komin hérna sem hafa haft mikil áhrif á Pírata. Það er Birgitta Jónsdóttir sem var einn af stofnandi Pírata, Alessandra Brím, borgarfulltrúi og svo nafni sem ég þarf að lesa, Alenia Rún Taha Karim, formaður ungra Pírata og Þórólfur Júlían Dagsson, sjómaður. Já. Það við eigum samrætt að vera sjómenn, ég var líka sjó hérna einu sinni. Já, það er langt best að fara út á sjó. Það er að, þegar maður er komin langt út á haf og það er ekkert internet, að þá getur maður loksins komist í þá sjálfskoðun sem maður þarf að fara í, svona öðru hverju. Það er mjög gott fyrir andlegu heilsuna. Þetta er líka ástæðan fyrir því að sund er góð líkamsrækt af því að það er að fá líkamsræktunum svo þú getur eiginlega bara ekki verið að hlusta á hanga á netinu á sama tíma eða horfa á eitthvað eða hlusta á eitthvað. Það er að tala við eitthvað líka, það er alveg vonlust. Já, nákvæmlega. Ég elska sund. Uppáhaldið mitt er semst banksund og horfa á ský. Já, kannski í norðurljósin, það er alveg frábært. Já. Ég veit ekki svona þegar maður er í sundi á daginn, samt. Það getur gerst en það er kannski once in a lifetime. Já, nákvæmlega. Herðu, jæja, Píratar. Birgitta, hvernig var þið við? Ég sá þetta nú aðeins fyrir, þú veist, en þetta er mjög slæmt að hafa mist Pírata út af þingi, út af því að Píratar höfðu þá sérstöðu að bæði við vorum með stofnum með annars að koma nördum á þing sem skildu lagasetningu í kringum okkar borgarlegu réttindi á netinu og síðan náttúrulega voru Píratar mjög fókuserar á að uppræta spillingu og að valdefla almenning og þannig að það hlýtur að fara svo að Píratar finni aftur mjög sterkt fyrir erindi sínu og nái fólki aftur inn á þing og ég held að það sé, mér finnst mjög mótiverandi þegar einhver segir, já, hefur aldrei komið fyrir að einhver flokkur hafi dottið út á þingi og komist aftur inn. Mér finnst það bara mjög verðugt verkefni að afsanna það. Já. Algjörlega. Alessandra. Ég meina, það er ekki breyting á baklandinu. Þetta er já, við bara þurfum svolítið að bara ná utanum bara í fyrsta lagi hvað við gerðum vitlaust og kannski bara hvernig ástandið í samfélaginu er breytt og hvernig samfélagið er öðruvísi kannski heldur en það var. Ég upplifði þetta sem svona frekar svona snarpa breytingu, þetta er að þannig að fólk er kannski kjósa eftir mismunandi hlutum í borg og landsvísu, en meina við vorum með 11,6% í borginni 22, það er ekki langt síðan þannig að það er annarkvort bara að fólk er að meta okkur á fullkomlega allt öðrum forsendum eða þá að það er bara eitthvað mikið bara búið að breytast í hvað fólk er að kjósum. Er endinu sér lokið? Ég myndi ekki segja það, en við þurfum kannski... En kjósendur heldur þau segja það? Nei, ég held að það sé kannski ekki endilega málið. Ég held að kjósendur hafi ekki tengt kannski við málin sem við vorum kannski mest að tala um. Við vorum ekki að kannski ná að koma okkar talpunktum nógu vel til fólks og kannski í tilfellinu það sem við gerðum þá vorum við að velja rangapunktana til þess. Það er líka kannski bara að fólk var komið í mjög mikinn svona... Ég held að það hafi í alvörunni haft áhrif að á allra síðustu dögunum þá mælist sjálfstæðisflokkurinn með eitthvað upp á við kipp og þá fólk sem ætlaði svona kannski að styðja áfram við okkur hugsaði að það vildi frekar styðja við það að samfylkingin eru örugglega stærst svo að Kristrún fengi stjórnarmyndunarumboð og eitthvað svoleiðis en þú veist ekki það. Ég fælt þó það hefði ekki gerst þá verið alltaf verið að sjá fram á rosalega mikið hrun Þannig að þetta er við þurfum bara aðeins að skoða bara já, hvernig eru við að fungera bæði inn á við í flokknum, okkar einn í struktúr og hvað er það sem við erum að setja á oddin út á við og ég myndi segja ef við erum að skoða hvað í grunninn eru Píratar þá er það svona frjálslyndur umbótaflokkur sem berst gegn spillingu og gegn authoritarianisma vill fá bara betra stjórnkerfi, vill bara spillinguna burt og ég er alveg sammála mörgum af stefnumálunum sem við erum komið með inn síðan, eins og með hvalveiðar og alls konar, en það er ekki stóru málum okkar, það er ekki ástæðan fyrir því að við byrjuðum í pólitík. Þannig að við þurfum kannski bara aðeins að svona skoða hvað það er. Það er svona smá spilling í því, það er dæmið það að Kristján Loftsson sendi inn sér bara tilbúið frumvarp. Augljóslega. Já, þannig að þetta er... Og það þurfa að taka þetta út frá okkar vinkli, en ekki
bara út frá að við erum banna hvalveiðar. Þú veist, ég hef alveg verið með og lagt fram tillögunum, þú veist, banna hvalveiðum, en það er ekki aðalmál, það er áhugamál, getur við sagt. Já, og það er líka, það er samt svo góði punktur, sko, að kannski ástæðan fyrir því að við þroskumst eða þróumst þangað sem við erum komin, er að við erum að mörguleiti, við erum ekki með sterkar skoðun allavega með vinstri hægri. En við verðum svona með tímanum svolítið meiri vinstriflokkur í praxís vegna þess að við erum alltaf að bregðast við bara spillingu og kjaftaði frá íhaldi og hægri sem er búið að vera í stjórn svo lengi. Já, náttúrulega síðast var vinstri stjórn, eða ég myndi nú ekki... Já, það er sem við sem segja það. Sko, 2021, sko, þá varst þú kjörinn til þings. Já, sætla minninga og það er svolítið lýsandi, sko, að það hafi verið mín svona fyrsta upplifun af íslenskum stjórnmálum. Það var haft að vera yngsti þingmaður sögunar. Já, þú veist, þessi ólöglega endurtalning sem átti sér stað, það var einmitt mín bara fyrsta upplifun af íslenskum stjórnmálum og ég held að það sé bara rosalega telling sem að sletta aðeins. En ég held að niðurstöður þessara kosninga, það sé best að nálgast það af ákveðinu auðmýkt og ég meina flokkurinn verður líka bara að vera tilbúin að horfa inn á við og skoða bara einmitt eins og Alexandra sagði, hvað við gerum vitlaust, hvernig stemmingin í samfélaginu er akkurat núna og hvernig við viljum lýsa okkar erindi. Ég meina, Píratar eru flokkur sem að bendir á óþægilegu málin. Píratar eru flokkurinn sem að er með læti á Alþingi, jafnvel þó að það sé óvinsælt. Það er óvinsælt að taka þessa slægi gegn spillingu og gegn frændhygli og bara gegn þessum lélegu vinnubröðum sem að á sér stað í stjórnsýslunni. Þetta er okkar erindi, en okkar erindi er samt líka frjálslyndi, frelsismál og ég held að við höfum svona smá mist sjónar á því, kannski út af því að eins og Alexandra sagði, við erum búin að vera í stjórnarandstöðu svo ótrúlega lengi og við erum að bregðast við sjálfstæðisflokknum sem er sko með öll stóri ráðuneytin. En núna tala að vinstriflokkarnir enginn þeirra hafi náð þingmanni og þá er að tala þess að þráflokka, sósíalista, ykkur og vinstri græn og það er að fara samræður til að hvort þið geti unnið einhvern veginn saman, finnst þér það? Já, ég meina það er eitthvað sem að... Er þið nógu mikið til vinstri til að fara í kompani með vinstri grænum og sósíalistum? Það er örugglega einhver sameiginlegur snertiflutur en til að fara í sameiningar, ég held ekki. Ég meina, erindi Pírata er bara... Við erum ekki á þessum stjórnmálás, en ég held að það hafi samt líka flægt fyrir fólki að við neitum að skilgreina okkur hægri eða vinstri. Þú veist, þegar kemur að tilteknum málum, þá er það alveg augljóst. Við erum meira vinstra megin, en það fer samt líka bara eftir hverjir er í stjórn og hvernig það er verið að haga þessum tilteknum málum. Eins og til dæmis þegar kemur að efnahagsmálunum. En það er auðvitað bara eitthvað sem að grasrótin þarf að koma sér saman um hvort við viljum eiga þetta samtal eða ekki, hvort við viljum mynda eitthvað kosningabandarlag fyrir næstu kosningar, en menn vilja samt líka meina að Samfylkingin sé vinstriflokkur. Það er kannski ekkert... Ég meina Samfylkingin er vinstriflokkur, en mér finnst það svo skrítin orðræða og líka mjög skrítið að spyrða Pírata inn í þú veist, flokkar sem eru ysti vinstri út af því alveg bursuð frá því hvort að þú veist að það hefur verið einhver vinstri slagsíða á okkar pólitíska ás og þá erum við ekki vinstriflokkur, ég bara hafna því algjörlega. Og við erum að minnstakosti alveg, kannski er þetta skilgreinungur sem eitthvað svona, jú, við erum aðeins til vinstri svona í praxís eitthvað svoleiðis, en þú veist, við erum ekki í hjartanu eitthvað sérstaklega vinstriflokkur. En það er pláss fyrir alla hjá okkur. Akkurat. Og hvað annað sem maður hættir að segja, þá erum við alveg örugglega ekki ysta vinstri, eða þú veist, við erum alveg örugglega ekki svona flokkurinn sem á að sópa upp því sem er vinstramegin við Samfylkinguna, eða þú veist, það er ekki okkar, þannig að þú veist, jú, kannski er einhver samtalsflutur til að tala við það sem eftir er á VG og þú veist, að tala við einhverja úr sósíalistum, en ég held að það væri frekar að þú veist, kannski einhverjir sem að finna sig ekki í Pírötum myndu vilja fara í það eða einhverjir sem finna sig ekki í sósíalistum myndu vilja koma til okkar eða eitthvað svoleiðis. Ég held ekki, ég er ekki alveg að sjá fyrir mér að það sé að fara að vera eitthvað sameining Nei, það er að gera svona samvinnu. Ég meina, þú veist, það er ekkert að því og ég meina, ég held að það væri mjög kúl að málþingum, þú veist, að fara ofan í saumana á þessu kosningakerfi til dæmis og alls svona svoleiðis, þú veist, ég meina, það eru pros and cons við að breyta þröskuldum. Þannig að það væri mjög gaman og gagnlegt að eiga umræðu það við sérfræðinga og borgara fundum eitthvað svo leiðist það. Við getum öll haft sameiginlega fundum það til dæmis. Ég hef talað fyrir að vera með forgangskostningu frekar heldur en að breyta þröskuldunum, en það er kannski önnur umræða. Já, en það væri gaman að hafa þá umræðu
í svona, haldið það var ekki gaman, hvað segir þið? Þórólfur, Já, þú ert í landi. ég í landi Já. og ég bara minnst gaman að hlusta á Alexander allavega, það svona, maður heyrir það er komið vilji til þess Keppnisskap. Ég var bara að fara að djöflast í þessu, gera eitthvað Já. og líka bara hlusta á hann að tala, hann að Lenju hérna, bara upprennandi pólitíkus, Gerinlega. því líku kraftur, Já. bara eftir að hafa verið sett, ok, lent í hakkavilni, skulum vera aðeins hérna, temma okkur niður, að bara stíga aftur upp og bara, þú veist, risin á aftur lappirnar og tilbúin til þess að taka slægin, sko, þetta er bara frábært og, sko, ég held að það sem að, sko, ef þú spyrð bara til dæmis ChatGPT af hverju Píratar, ég prófaði það áður í komika, af hverju hérna, ég er að fara í viðtal, af hverju heldur að Píratar hafi orðið, þú veist, dottið út af þingi. Það eru innri átök og það er sem sagt stefnubreitinga í raun og veru sem sagt áherslurnar. Nei, það var ekki vinstri hægri, sko. Nei. En að bara áherslurnar hefði ekki, sko, fólk hefði ekki náð að tengja og sko flokkurinn hefur svolítið splundrast og hann er búinn að vera splundrast eftir hvert einasta prókjör og þegar stefnumótunarvinnan og það eru, þú veist, innri átök og það eru einhver mekanismar til þess að taka á því og þegar fólk segir, sko, já, Píratar, þetta er svona, já, það er allt upp á borðum og það er ekki allt upp á borðum hjá öðrum flokkum. Nei, við erum bara ekki með mekanismar sem tekur á þessu áður en þetta, þú veist, skíturinn vellur upp úr klósettinu, skilur við. Þegar að, og sko, ég hugsa það að eina leiðin fyrir þessa hreyfingu til þess að byggja sig upp aftur og það er að reyna að ná í fólkið aftur sem að var að vinna innan hreyfingarinnar. Það er fullt af fólki þarna úti sem er rosalega brennt, eins og bara Birgitta og fleiri sem hafa bara fengið rosalega slæma útrið og er bara, þú veist, er í raun og veru eitthvað sem er átt að taka á áður en að allt springur í loftu. Að, sko, við þurfum einhvern veginn að búa til aðstöðu þar sem þetta fólk getur komið aftur, aðeins að létta af sér, skilurðu, út af því að öll þurfum við að tala hvað, þú veist, hvaða var sem að fekk okkur til þess að fara og búa til þá ferla sem þarf til þess að takast á svona hluti og líka bara passa upp á einstaklingar sem að koma og sína bara fram á það að þau eru verðið til þess að halda þessu verkefni. Þau erum að vernda fólkið okkar líka. En núna er nú ekki vissum að, ok. Já, nei, ég segi það, sko, þið voru með mjög áberandi þingmenn eins og Björn Leví, Þórhildur Sunnu, Halldór Mogensen. Þetta var svona áberandi fólk í umræðin á þinginu. Ég horfi á alþingi, þannig ég er búin að sjá þetta fólk oft í sjónvarpinu mínu. En getur verið að, sko, það sem að þau gera á þingi hafi verið eitthvað annað heldur en kjósendur Pírata vildu? Örugglega í einhverjum tilfellum, sko, og kannski sett of mikið púður í hluti sem að var ekki salur fyrir í samfélaginu og ég held líka við erum líka bara í alvörunni að horfa á, sko, ég er ekki endilega að kalla það hægri slagsíðu bara í heiminum en ákveðna íhaldsslagsíðu og það er ekki lengur cool að vera bara mjög fókust á mannréttindi og þau gilda líka fyrir útlendinga og eitthvað svoleiðis. Það er bara, samfélagið er minna þar heldur en það var og það er bara orðið óvinsælla að tala hátt transmál. Það er bara búið að takast mjög vel að gera það erfið og leiðilegu umræðefni í heiminum. Það bara eru mjög einbeitt öfli að gera það og við sjáum bara lagabreytingar í Bretlandi og hvernig komandi forseti í Bandaríkjunum er að fara að taka á þessum málum, sko, og veist, sorry með það því að veist, ég er aldrei að fara að vera ekki transkona í pólitík hvað sem ég kýr að tala sko. Þannig að veist, ég myndi ekki vilja vera í flokki sem að myndi ekki vilja setja mannréttindabaráttu mjög ofarlega á það sem að þau gerðu. En það er bara, það er orðið erfiðar og það er minni salur fyrir því. Eru hérna Íslendingar harðir í gagnrýni á trans? Nei, en það er að koma meira inn og það eru svona ákveðin jaðarhópar sem eru farnir að sem fer mikið fyrir. Já, og þeir eru farnir að taka inn svona orðræðu og punkta frá útlöndum frá, þú veist, LGB-hópum sem að vilja útiloka transfólk í Bretlandi og bara frá ameríska hægrinu. Þetta er að, við erum orðin svo mikið hluti af sama samtali. Já, og við erum svolítið að passa þetta upp á að, sko, þakkan, já, bara gefa því ekki rými, alveg með svo Nigel Farage í Bretlandi, sko, með þetta með skræning í Bretlandi og hann,
maður skoðar hvað hann fekk mikið pláss í fjölmiðlum versus græningjar það er 1% græningjar 99% Nigel Farage þú veist og það er svona tendens líka í sko hjá fjölmiðlum eins og bara þú veist þessi kosningabaráttu var náttúrulega bara fáránleg þetta var bara absúrt að fylgjast með eitthvað svona allir þetta mæta og tala vinnufélaga sína sem ríða eitthvað drepa giftast þú veist að þetta sé eitthvað svona að fólk sem fyrir stjórnmál eigi allt í að vera skemmtikraftar þú veist og allir mætti í þetta þetta er fyndin partíleikur en þetta er ekki endilega það svo þú kjósa út frá algjörlega en þú veist en eigum að vera með partíleiki fyrir, þú veist, í svona snarpri stjórnmála, þú veist, ekki frekara smá rými til þess að ræðu málefnin eða eitthvað svoleiðis. Líka bara til þess að svara spurningunni þegar þú segir, sko, þegar þú talar málin sem að þingmenn Pírata voru að tala fyrir inn á þingi, hvort að það tala ekki til kjósenda. Jú, þingmenn Pírata töluðu rosalega mikið mannréttindamál út af því það var bara efst á baugi á þessu kjörtímabili, en líka hinn málin sem að bara rosalega mikið svona kjarnapíratamál eins og til dæmis það að Andrésingja hafi verið að djöflast í fjarskiptalögunum hún því að það fór yfir einhver mörk í 2 ár. Þetta er eitthvað sem að fer ekki til fjölmiðla. Það að Þórhildur hafi birti Lindarhvol-skýrsluna, það var í fréttum í svona 5 daga og bara búið. Það bara glemdu allir skilur hvað þessi Lindarhvol-skýrsla var grafin djúpt niður. Slægirnir sem að Björn Leví og Andrésingji voru að taka inn í forsætisnefnd, slægirnir sem að Þórhildur var að taka inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, allir þessar opnir fundir sem að Píratar sko hafðu frumkvæði að kalla til. Þetta er eitthvað sem að næri ekkert endilega til almennings og það er samt líka bara kjarni Pírata að djöflast í þessum óþægilegu og pirrandi málum sem að skipta máli í stóru myndinni en þú veist, hefur kannski ekki bein áhrif á veski fólks. Það er ekki mikið skemmtanagildi. En líka sko, við reyndum líka að tala um húsnæðismálin, við reyndum líka að tala um efnahagsmálin af því við erum með rosalega góða stefnu þegar kemur að því. En það er ekki okkar sérstæða og fólk veit það. Okkar sérstæða eru spillingamálin, okkar sérstæða beina lýðræðið, okkar sérstæða mannréttindamálin og ég held að það sem við höfðum mátt gera betur sko að horfa á efnahagsmálin út frá Pírata-vinklinum eins og til dæmis spilling kostar samfélagi peninga það spilling í sjávarútvegskerfinu ef við tæklum þá spillingu kom á einhverjum alvöru kerfisbreytingum í sjávarútvegskerfinu þá hefur það auðvitað áhrif á efnahagskerfið og efnahagslífið á Íslandi. Þetta orðræði sem að þarf að byggja upp yfir allt kjörtímabilið sem að við vorum kannski ekkert endilega að gera út af því að þingmennir okkar mætti vinnuna. Þau voru í nefndum, þau voru að taka ræður, fara í ansvör, alls konar svona hlutir. Það var enda sko að þingmenn annar flokk að gera það líka, þú veist, þannig að sko það sem að kannski klúðraðast var að benda á þessa hluti í kosningabaráttunni. Þú veist, það fór alltaf mikil fókus í að láta fjölmennamenn algjörlega leiða sig í að tala hluti sem ekki okkar sérstöðu. En svo líka bara það hefur alltaf verið erfitt að fá fjölmiðla til þess að einu sinni veit okkur viðlit sko. Þú veist, eins og þegar við vorum með kynningarfund til þess að kynna stefnunnar okkar þegar þær komum úr vinnu, það mætti ekki neinast í fjölmiðil. Samt voru oft beinar útsendingar frá öðrum flokkum. Og ég veit ekki hvað það er. Það er líka ok, fyrir ekki hvað það er að segja. Farin að læra á mig. Við erum búin að vera saman svo ég nú yfirleitt ekki svona kurteis, ég var alltaf að grípa fram í hérna áður. En sko þú getur ekki svona klæddu sko. Nei, ég má það ekki. Nei, sko ég held bara að samfélagið okkar bara í þeirri stöðu að það eru allir í kappróðri, bara þú veist, í lífsróðri. Matvöruverð að hækka, leiga að hækka, þú veist, eldsneyti að hækka, rafmagnið að hækka og þá hljóma náttúrulega fæði, klæði og húsnæði langt best. Það er bara svoleiðis. En eitt sem ég langar að segja sko varðandi spillingamálin og sko nú ætla ég að vitna í við erum ákveðið batteri niður á höfn, Reykjavíkurhöfn sem er svona viðskipta hraðall fyrir fólk sem með góðar hugmyndir í sjávarútvegi og omnómsúkkulaði, það kemur þaðan og það bara út af því að það nota salt í það. Það er hægt að finna saltið í öllum málum sem eru einmitt spillingamálin og yfirleitt rót vandans einmitt spillingin og til dæmis tökum bara húsnæðismálin sem dæmi. Hver ástæðan fyrir því að húsnæði eins og í dag? Það er náttúrulega því að það búið enga við allt saman. Og Ragnar að berjast við það að fá að setja upp einhverjar blokkir og hús og þú veist þegar að koma hugmyndir það að setja til dæmis, ég tók þátt í því í íbúðafélagi Reykjanesbæjar
sem að hann Hólmsteinn Brekkan og fleiri voru í því sko. Við vorum búin að finna einingahús og allt og þetta fyrir mörgum ára síðan. Ég og Jón Þór við ætluðum að fara fyrir kosningarnar, ég man ekki, það eru svo margar, en við ætluðum að fara til Svíþjóðar og Finnlands og skoða einingahús og annað sko. Og það er svona einhvern veginn, ástæðan fyrir því að húsnæðismálin eru orðin eins og eru út af spillingu. Já, og líka fjármagnskostnaði sem er líka út af spillingu en það er raunverulega. Já, svo líka bara, það er verið að bæta kostnað á sveitarfélögin og sveitarfélögin er að taka, taka inn meiri tekjur í lóðirnar. Svo er líka, þú ert með lóðabraskara sem er að kaupa lóðirnar og sita þeim. Þú ert með fólk sem er að nýta sér alls konar leiðir, skilur, til þess að kaupa húsnæði. Það flytur ekki einu sinni inn í þetta húsnæði. Það kaupir húsnæði á okkur ákveðnu byggingastígi eða fer í okkur röð hjá einhverju félagi sem er að búa til húsnæði og fullt af krökkum sem að ég veit sem að eiga vel efnaða foreldra. Þau fjármagna það bara að kaupa nýtt hús bara með því að það hafa keypt íbúð hér, keypt íbúð hér, svo bara selt og hagnaðurinn af húsnæðisbólunni sem að blæs bara endalaust út að hann var notaður til þess bara að kaupa í raun og veru húsnæði skuldlaust. Það eru engar bremsur í kerfinu núna fyrir alls konar svona brask. En það er einmitt það sem en það var akkurat það sem að mér var svo gaman þegar ég var í Pírötum, þá voru svo mikið að leita að svona litlu hökkunum, bara hvar er glufan og hvernig getum við lagað þessa glufu út af því það eru ég er mjög fylgjandi bara algjörri kerfisbreytingu, það sem að það er tekið fyrir það sé endalaust hægt að búa til kerfi þar sem að spilling fær að blómstra. Og til þess að laga það var mjög einfalt að það væri þannig að ráðuneyti var ekki að útvista allri lagasetningu. Í raun og veru lögin skrifuð af lögfræðistofum sem að síðan eru seld til ráðuneytana og svo er farið yfir þau í ráðuneytunum. Eða þá í flokksskrifstofunum, er það raun og svo? Já, ég meina það er mjög tengt. Hagsmunasamtökin líka. Já, en þau fá náttúrulega aðgengi í gegnum þá lögfræðistofunar og það er ekkit gagnsæi kringum þetta og í raun og veru þá ætti alltaf að flagga í lögum hvaðan hver hluti lagana kemur. Þannig að sé hægt að vera þá með fá sérfræðinga móti sem hafa sérhæft sig í lögum banka eða húsnæðiskerfi. Það er svo bara framóbyrjulega að Kristján Loftsson sendi frumvarp í sjávarútvegsráðuneytið þegar Kristján Þór var þar. Hvalveiðar, þetta hann bara sendið og þetta er alveg vita. Þetta er alveg galin spilling En vitið allir. Ég kannski einu sem mani þetta. En máli það er nefnilega unga kynslóðin, mín kynslóð, við vitum þetta ekki. Þetta er einu stjórnmál sem við þekkjum. Þannig að þetta er bara venjulegt fyrir okkur og þess vegna kannski var unga fólki ekkert endilega að kjósa Pírata akkurat núna. Þau kusu Viðreisn eða Samfylkinguna af því að þau veit ekki endilega Miðflokkinn, að þau veit ekki bara, hvað spillingin er mikið inn í íslenskri pólitík, hvað hún er innrætt og líka ungu strákarnir, unga fólki sem var að kjósa Miðflokkinn núna, þau eru náttúrulega bara á aldrinum 18 til 24 bara fylgið á þessum aldri var rosalega hátt í Miðflokknum. Þau eru of ung til þess að muna til dæmis eftir Klausturmálinu, eftir Wintris. Þannig að það þarf náttúrulega líka að rifja þetta upp. En mér fannst samt líka svo skrítið að það var enginn að tala loftslagsmálin. Samt er ekkert langt síðan það voru bara mótmæli unglinga bara á hverjum föstudegi og meira segja þegar RÚV var með spurningu almenning, bara að spyrja almenning hvað finnst ykkur ekki að fengja næga umræðu. 3 fyrstu sögðu loftslagsmál og svo komið aftur inn í sjónvarpstal og svona, nú ætlum við áfram að tala um húsnæði. Við vorum með langöflugustu loftslagsstefnuna og ekki bara því að við viljum alltaf áfram að búa á jörðinni, heldur líka vegna þess að loftslagsmál eru svo mikið að þau hafa áhrif á óstöðuleika í heiminum, stríðsátök, flóttamannafjölda, matvælaverð í heiminum. Loftslagsmálin er ekki bara loftslagsmálin, þau eru tengt inn í bara stríð og flóttamenn og allt þetta og við eigum það til að gera skilaboðin okkur á flókin okkur hættir svolítið til þess. En hvað veldur því ef að Píratar missa kjósendur yfir til Miðflokksins það væri krakkakostningarnar og úlingakostningarnar. Já, við vorum svona alltaf mjög vinsæl það. Við erum orðin nógu miðaldra og ekki nógu kúl.
Ég held að við vorum nógu miðaldra og ekki nógu kúl. Já, Vorum við ekki öðru sæti í þeim kosningum? Jú, gæti verið þeim. Hvað konum heldur? Ég meina, hann er svona öðruvísi. Hann er einhvers konar... Hann er traktor. Já, hann er uppátækja samur fyndinn kall ef þú veist ekki hver hann er. Nei, en málið það náttúrulega líka var ágætt að benda á það í krakkakosningunum að ástæðan fyrir að Miðflokkurinn var svona vinsæll var út af því að það var krakki í þeirra kynningu. Krakkarnir sögðu að það var barn sem var í myndbandinu fyrir Miðflokkinn. Það fannst, og þau sögðu það bara út af því að hann var eini flokkurinn sem var með krakka að tala við krakka sem dæmi. Þannig að ég held að Nei, hún Sanna frábær auglýsing þegar hún var með lítinn. Já, en það var ekki fyrir sérstaklega fyrir krakkakosninguna. Það var eitthvað svona myndbönd sem flokkarnir gerðu sérstaklega fyrir það eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hjó eftir þessu út í mig og líka bara með fullri virðingu fyrir Sönnu sem er frábær, þá er hún ekki krakki lengur. Nei, hún var að leika við krakka. Já, ok. Það var sniðurinn, hún var með alla litina, hinn hafa einn. Er þetta ekki alveg jafnt hjá okkur núna, sko? Nei, þá deildi hún með, sko. Þannig að þetta var mjög flott auglýsing. Já, þetta var alveg fattað, sko. En ég held að, ég held að tæknan sé svona í grunninn hafi erindi Pírata ekkert breyst og að margir glemti ég meina, þú veist, Píratar voru meðal að stofnaði til þess að klára þingsályktun að Ísland myndi taka sér afgerandi lagalega sérstöðu fyrir upplýsing og tjáningafrelsi og ég fekk Katrínu til að klára það mál þó ég var rætt á þingi og það var Píratamál að fá allir með uppljóstraralögin þar sem að við erum með bara einhver bestu uppljóstraralög í heimi út af því að það er ekki bara fyrir opinbera, heldur líka fyrir fólk í einkageiranum og hefði verið mjög gott fyrir Jóhann Ernst þegar hann fór gegn Samherja ef það hefði verið komin út þegar hann var í einkageiranum og mér finnst bara mikilvægt að tökum líka til okkar það sem við höfum gert vel og við höfum gert mjög margt vel og en á sama tíma þá einhvern veginn bara það sem við gerðum ekki vel var að við vorum ekki nægilega góð í að til dæmis vinna með fólki út á landi. Það var bara engin starfsemi. Það var nákvæmlega engin starfsemi út á landi. Og ef þú ætlar að vera flokkur sem ætlar að vera bjóðið þig fram á landsvísu, þá þarf það að hafa öflugt fólk út á landi sem er ekki bara að hugsa næstu sveitarstjórnarkosningar, heldur bara eins og þegar Þórólfur var í Suðurkjördæmi. Ég meina, hann var mjög öflugur í, Helguvíkumálinu, með borgarafundi og alls konar svoleiðis hluti. Þannig að við þurfum að líta í eigin barm með hvernig við í raun og veru bara vorum og fókusiruð á borginu. Já, að vissu leyti er sammála því, en við höfum alveg haft öflugt fólk út á landi, en það bara kemur svolítið og fer og okkur hefur ekki tekist að byggja upp sterkar stöðu þar. Það voru fjórir í Suðurkjördæmi, það voru fjórir að vinna í kosningabaráttunni fyrir Suðurkjördæmi. Ég ætla samt að segja, bara svo ég segi það, ég fór 2 daga og safnaði 100 undirskriftum fyrir meðmælasöfnunina bara á Suðurlandi. Ég hef í engum kosningum fyrir Pírata þurft að fara og safna í öðru kjördæmi nema svona aðeins í hvað tilfallandi í Suðvestur bara svona því að þar erum við að hanga þann daginn. Ég hef aldrei þurft að fara í Reykjanesbæ eða Hveragerði eða samla undirskriftum áður. En það var bara engin stuðningur. En svo ætla ég að segja að það er samt þetta er svo erfitt ef það kemur ekki inn fólk eða ef fólki sem kemur inn endist ekki eða ef þeim kemur ekki vel saman og einhverjir reykjast frá eða eitthvað af því að við í Reykjavík við getum ekki rekið þetta úr fjarlægt þegar ég get ekki sem Reykvíkingur Pírati í Reykjavík stuðlað að því að starfið á Akureyri gangi vel nema með öðru hverju með því að mæta eða eitthvað svoleiðis. Nei, en það snýst ekki það, þetta snýst að skapa infrastruktúr. Það séu fjármunir til þess að það sé hægt að reka skrifstofu eða vera með starfsmann eða eitthvað slíkt út í allt var í Reykjavík. Við getum ekki hort framhjá því og ef við erum ekki ærlega með það að þá mun ekki breytast, þá þurfa bara Píratar að taka ákvörðun að vera bara borgarflokkur eða eitthvað slíkt. Þú veist, út af því að ef það sé ekki horfstjóðu það, þú veist, þetta snýst ekki bara að þú veist, þú getur ekki ætlast þess að fólk, og þetta er oft sama fólki sem er að vinna alla gröntvinnuna, skilurðu, og síðan sem sagt færðað, eru fjarfundinir ekki einu svona almennlegir, þú veist, til þess að fylgjast með innastarfi fólk kemst ekki. Þannig að þú veist, ég held að bara, þú veist, það er margt sem er hægt að gera betur, mjög margt, og það er líka margt sem var vel gert sem er hægt að byggja á, þú veist. En því að öll ákveðin að halda áfram með Pírata. Mér langar aðeins að taka bollarinn út að við vorum nú að tala landsbyggðina og
við vorum að vinna rosalega öflugt starf á Suðurnesjum og heldum mjög vel utan okkar hóp og það var mjög mikið samheldni hjá okkur en sko það sem að í raun og veru gerist það að límið svolítið svona slitnar þegar að sko það voru að koma alls konar ályktanir og alls konar þú veist svona hluti frá Reykjavík sem að sko við þurftum svo að fara í okkar horn skilurðu og það allir bara hvað? Ég bara að fara að banna nagladekk og ég bara að fara út á Reykjanesbrautinni og þú veist, snjómokstur ekki nógu góður hérna í höfnunum og ég þarf að vera á nagladekkjum og má ég ekki vera á nagladekkjum og þú veist, við svona svolítið fórum í þann gír að við vorum svona, herru, við getum ekki verið að taka ákvarðanir að þú veist, ákveða það að vera á móti nagladekkjum bara svo ég tæki það sem dæmi skilur og svo erum við bara á landsbyggðinni, þú veist, það bara gengur ekkert upp. En ég meina landsbyggðin sjálfstætt aðildafélag. Já, ég ætla að segja, þetta er góður punktur sko, að þegar við erum að taka einhver ákvörðun sko bara loftgæðamál í Reykjavík, þá erum við ekki að segja allir Píratar á landinu þurfa að vera á móti nagladekkjum. Við erum bara að segja í Reykjavík, fyrir bílar sem eru mestmegnis innanbæjar, þá eru nagladekk ekki endilega máli nema bara í einhverjum algjörum undantekninga aðstæðum eða þú veist þegar þau þurfa að fara út úr bænum eða eitthvað. Það er ekki þar með sagt að við séum að segja að það enginn að vera á nagladekkjum sem er að fara Reykjanesbrautina eða fara suður á landið eitthvað. En þú veist, en af því að við erum eini staður þar sem Píratar eru í sveitastjórn, þá er þetta það eina sem fólk heyrir og samþykkir að það er vandamál. Ég get ekki hunsað það þegar ég fæ einhverju gögnum það að nagladekk eru valda 70 sinnum meiri svifryksmengun heldur en neitt annað sko. Eða, þú veist, og svifryksmengun er bara mikið vandamál í borginni, þannig að veist, ég get ekki hunsað það. Já, þú ert þetta líka bara álykta sem borgarfulltrúi Pírata. Akkurat. En ég sko, það sem ég er að reyna að benda á er einfaldlega það að sko að vera með samráð og tala saman, skilur því að þú veist, ég hef alveg geta stutt undir þá tillögu að þú veist, Reykjavík myndi sjá til þess að þú veist, fólk í Reykjavík væri þá veist, ekki á nagladekkjum, skilur en ég meina, þú veist, fólk út á landi þegar þessi skilaboð komið, þau voru bara ekki nógu beitt og þegar eitthvað eru kastað fram og það er ekki haft samráð að þá náttúrulega koma ekki svona álitlega spurningar upp þá fórum við að álykta á móti skilur og þá, þú veist, til þess að geta sagt við okkar fólk skilur, nei, hérna, við erum ekki að fara að banna nagladekk, við styðum það að fólk á landsbyggðinni sé á nagladekkjum og verður þá að geta farið á sínum nagladekkjum til Reykjavíkur. Ég misti alveg að stóra nagladekkjum. Já, segðu sko. En þú veist, að sko, ég skil, svona málum að geta verið svo stór. Þannig kemur sko þetta samskiptaleysi og sko og eins með mál sem að þingflokkurinn var farin að styðja við sem að til dæmis grasrótin sætti sig ekki við bara tökum sem dæmi hérna þegar Aðalheiður Ámundadóttir var í hérna nefndinni stjórnarskrána og það var barist gegn því að hún er í dregin úr nefndinni þótt að allir í grasrótinni væri bara að reynda að halda fund og allt saman og það var allt gert til þess að reyna að stoppa það var ekki fyrir að Birgitta bara hélt fund og þá var, þú veist, málið stoppað og sko það voru aðilar, ég ætla ekki að nefna henni upp en það voru aðilar innan þingflokksins sem voru alveg brjálaðir yfir því að það gætum ekki verið stjórntæk og það var aðilar sem sagði stjórntæk fyrir hvern hina flokka á þinginu eða fólki í landinu Sko, nú erum við líka bara að fara út í átök sem að greinlega sér ekki staða þessu kjörtímabili Nei, við erum svolítið að söguna En já, algjörlega, þú veist, það er saga þarna eins og er í öllum öðrum flokkum en það sem að þetta kjörtímabil sýnd okkur er að við trendum niður á við frekar hratt Það var einhver stemming í þjóðfélaginu í bland við örugglega innri átök, eins og við segir í bland við einhverjar áherslur sem að voru ekki að ná til fólks kjósandahópsins sem að við höfum alltaf náð að höfða til þessi förstu 8% kannski var fókusin bara einhver aðeins öðruvísi og þú veist það er bara eins og Þórólfur segir það er að maturverð hækkar, leiguverð hækkar húsnæðisverð hækkar og vextir eru bara algjörlega út úr kú þá fer fólk að pæla í öðrum hlutum en varandi þessi innri átök þá bara já og nei vil ég segja út af því sko þegar hrunið var
þá hafði fólk heldur betur tilefni til þess að vera með áhyggjur af öllu, þú veist, og við vorum ekki, sko, okkar stefnuskrá hafði ekkert að gera með mat. Nei, en þá hafði fólk skilning á því að grundvallarrót vandans væri bara landlæg spilling og lélegt stjórnkerfi, en sá fókus svolítið farin í dag, að fólk er ekki alveg að tengja það með sama hætti í dag og það gerði þá. En það er líka okkar þó það sé alveg held ég að það þannig. Það er sko, ef maður skoða bara trend. Við þurfum að setja í samhengi við bara, þú veist, það sem að brennur á fólki í dag. En það brennur á fólki, til og með umhverfismál, það brennur á fólki og það er, þú veist, sko, og það brennur á fólki með þessar stjórnarskráin. Þú veist, það er bara trendar mjög hátt í skoðanakonunum mál sem að skipta máli. Útlendingamálin eru ekki að trenda. Það er samt það sem var aðalumræðan í kringum þessu kosningar og þar vil ég bara segja að fjölmiðlar bera mjög mikla ábyrgð. Því að þeir taka alltaf, eins og þegar Panama-skjölin voru, í þeim kosningum, sem sagt, bara í kjölfarið, það var ekkert talað ástæðuna fyrir því af hverju við fórum í kosningar. Ekkert. Og og það var ákvörðun. Þá varstu með skipti. Já, þá var ég með smá gjörning, þú veist, bara ég hef gert eitthvað svona hashtag Panama og var bara með það, bara út í, þú veist, það átti ekki að leiða okkur að tala þetta. Og sko, mér finnst... Var það ákveðið fyrirfram? Var það ekki? Já, bara þú veist, það var bara ákveðið, þú veist, það er ekki pláss fyrir þetta. Þú veist, þetta er bara svona eins og þá maður bara tala eitt svona erfitt mál í aðdraganda jóla. Þú veist, það má ekki tala það má bara tala barnaníð fyrir þessi jól, það er ekki pláss fyrir sjálfsvíg eða þú veist öfugt. Þú veist, það er einhvern veginn bara... Þú vilt náttúrulega ekki eyðileggja umræðan eitt erfitt mál með því að færa eins og bara, þú veist, ég upplifað að sumum lá svo á að færa umræðana frá Úkraínu þeir fóru strax að tala Gaza, skilur, ekki það að Gaza er mjög mikilvægt líka, en það bara var upplifað að sumir voru ekki tilbúnir að eiga kjarnasamtali hvað ætlum að gera með Úkraínu, þannig að þið vildu frekar tala hitt, sko. Já, ég meina, þú veist, sko, fyrir mína parta og mér fannst það einmitt aldrei fallegt við Pírata. Ég hef ekki verið inn í flokkunum töluvert lengi, en þú veist, þá gat maður verið sko stutt mannréttindabrot óháð því hver er að valda mannréttindabrotum. Þú veist, þannig að og maður gat stutt við mannréttindi óháð því hverjir er að fá þau, skilur við, þú veist, og bara að mannréttindi sé grundvallar forsenda og Ef þú trúir ekki á mannréttindi fyrir öll, þá trúir þú ekki á mannréttindi. Nákvæmlega. En þú spurðir hvort við ætlum öll að svona vera áfram og vinna í þessu. Ég held að, ég er ekkert að fara allan ekki á þessu kjörtímabili í borginni og ég vil halda áfram að minnstakosti, ég held að við þurfum að fara í það að fókusera okkur, ákveða bara hvernig viljum við fungera sem flokkur, hvernig viljum við presentur okkur. Ég myndi jafnvel segja að það sé hægt að ræða hvort að nafnið sé að vísa í tíðaranda sem er liðin og fólk tengir ekki lengur við og hvort það sé fara að flækast fyrir okkur. Ég myndi segja að við þurfum að ákveða hvort við ætlum að vera miðjuflokkur eða miðvinstri eða vinstriflokkur og ég held að þó ég sé alveg þar, við trúum ekki alveg láta vinstri hægri dæmi, en ég held að kjósendur nenni bara ekki að hlusta á okkur tala að það skipti ekki máli. Ég held að við þurfum bara svolítið að pikka einhvern punkt og segja okkur, við ætlum bara að vera hérna svo við getum þetta að tala það. Stefnumálin er bara að segja, þú ert að segja ég er vinstri, þú voru að sína við stefnunniðinni, eða ekki? Já, en það er samt bara, þú veist, eins og ég segi, við erum fullt af vinstri stefnum, en það er ekkert í sálinu okkar þannig séð. Það er bara út af því hvernig þú getur verið pírati og verið mjög langt til hægri. Ég meina, Jónþór er bara libertarian, sko. Akkurat. En þú getur ekki verið, sko, konungssinni og verið pírati, eða skilur. Þú getur ekki farið til móts við okkur á hinum ásnum. Og ég held að bara segja líka að, ég vil að við horfum svo til framtíðar. Ég skil alveg að fólk hefur pínu nostalgíu til tímans þar sem að allt var ferskt og þar sem að við vorum með ógeðslega mikið af fólki og ógeðslega mikið gróska í stefnumótun og svona, en maður fer ekki tilbaka og ef fólk sem er farið vill koma aftur þá augljóslega er það velkomið, en ég held að við þurfum að vera með markmiðið að sækja til ungs fólks eða til bara fólk sem hefur áhuga að vera með í framtíðinni frekar heldur en að fókusera tilbaka sérstaklega. En ég held að það sé líka rosalega mikilvægt. Við köllum þetta stundum fortíðarþrá, en ég held að það sé líka bara mikilvægt að horfa tilbaka og sjá bara hvert er erindi Pírata og við þurfum að ákveða út frá því. Hvernig viljum við erindi Pírata verði? Viljum við halda áfram með þessari braut sem við höfum verið á, fara aðeins meira til vinstri, af því að þú veist, þessar kosningar þær sýndu okkur alveg að það er greinilega ekki rosalega mikil stemming fyrir mörgum vinstriflokkum. Eða viljum við bara fara aftur í kjarnaræturnar, vera að tala
kerfismál, verið að tala stórtækar kerfisbreytingar, gagnsæi, spillingu, alls konar svona mál. Þetta skiptir alveg máli og ég er ekki að segja að gera nákvæmlega samúðu gerum árið 2013 til 2017, bara aðeins að skoða hvað virkaði vel og hvernig viljum við halda áfram. Af því að það er ekki stemming fyrir öðrum vinstriflokki í samfélaginu og við erum í grunninn ekki vinstriflokkur. Nákvæmlega eins og segir að líta í baksinnisspegilinn og sjá hvað við vorum að gera rétt. Og ég bara, þegar ég mæti þarna á fyrsta mægöngunni þá hitti ég þig og Evu og Eva segi Evu með herðu, við erum með flott félag fyrir sunna sem eiginlega liggur alveg dautt og svona langar þeir ekki að fara og reyna að keyra það áfram. Það var svona að gefa fólki verkefni. Þetta var duocracy sem að þýði það, þú veist, leið búin að gefa fólki eitthvað hlutverk að þá er það miklu líklegra til þess að taka virkan þátt í því sem er að gerast. Fundirnir, þú veist, ég kem fyrst inn á sjávarútvegsfundin þegar við verðum að ræða sjávarútvegsmál og þá voru haldnir málefnafundir, stóri málefnafundir. Það var fullur salur af fólki. Þarna vorum við að trekkja inn fólk sem kom inn í grasrótarstarfi. Nákvæmlega. Og svo gerist það fara að myndast þessi núningar, skiljur. Ég veit að leiðilegt að tala þessa núninga og fortíðina, en við verðum að pæla í því af hverju mistum við þetta fólk. Og það er líka til þess að koma í veg fyrir það að ef við tökum í nýtt fólk, að við missum það á sama veg. Það sem ég vil sjá gerast er það að flokkurinn fari aftur í þetta öfluga flotta málefnastarf sem það var í á sínu tíma og líka bara það að þingmenn sem að gangin á þing og ætla að fylgja sinni eigin samfæringu, þeir eru ekki grasrótarflokki. Annarkvort ertu í grasrótarflokki og ert með grasrótina með þér, skilurðu, og nærð í þína visku frá grasrótinu og hvað á að gera. Ég held að margir hafa upplifað sig voðalega valdamikla í byrjun innan Pírata, út af því að þeir voru að taka þátt í því að mynda stefnu, búa til, þú veist, að hafa rödd, loksins var rödd þjóðarinnar komin alveg á fullum krafti inn í þingið, skilurðu. En svo bara allt í einu er fólk farið að taka einhverjar allt aðrar ákvarðanir, það er ekkert samráð, skilurðu, og ég skil það að kannski erfitt. Þingflokkurinn hafa brugðist? Það er flott að vera með öfluga þingmenn sem eru að vinna á gott starf. Það verður ekki tekið af þeim. En öll þessi tenging að hún var bara orðin að engu. Þegar ég stíg til hér, ég veit ekki hvernig það var eftir, en bara og maður sá þú veist, ég lendi í ýmsum erfiðum málum innan flokksins. Það var ekkert sem var til þess að taka því. Þú veist, ég var sendur í alls konar verkefni sem að, þú veist, ég vil ekki einu sinni tala sem eru hlutir sem þurft að taka á sem voru mjög alvarlegir. En það var enginn sem var tilbúin til þess að gera það. En það er náttúrulega líka bara þetta með umboðsleysið. Af því að við erum ekki með formann, þá er enginn með umboð til þess að taka ábyrgð eða, þú veist, og eða til að segja bara, þú veist, nú ert þú komin yfir strikið, viltu gera svo vel, eða þú veist. Já, en það er ekki fara það er ekki fara að leysa þessi mál sem að Þórólfur er að tala. Það er ekki töfralaust, en það er allavega eitthvað, það er einn flöskuháls sem að, eins og þú segir, að finna hakkið í kerfinu. Þetta er einn flöskuháls sem við getum notað til þess að komast yfir þetta erfiða tímabil sem við höfum verið að eiga. En svo er líka ég vildi nefna það að á þessi tímabili sem að Þórólfur er að tala um, þá voru myndaðar rosalega mikið af stefnum á mjög stuttum tíma og ég hef talað við þingmenn sem voru á þessum tíma, þau upplifðu líka bara að annars vegar voru þau ekki almennilega velkomin að vera með því að fólk upplifði að þau var þá að reyna að stýra því hvernig þetta færi og á sama tíma ef þau voru ekki með þá voru rosalega erfitt fyrir þau að deila bara sinni þekkingu eða hafa bara eðlilega áhrif á hvernig máli gæti þroskast eða það er ekki eitthvað ákveði sem væri kannski bara fullkomlega ómögulegt eða eitthvað og það voru svo margar stefnumótanir í gangi á sama tíma að jafnvel bara með besta vilja þá gátu þau eiginlega ekki fyllt í almennilega eftir eða fyllt í öllu þannig að ég veit alveg að þetta er ákveðin punktur sem að Þórólfur er með sem er réttmættur það var þetta rof þarna á milli en það var líka vegna þess að við kannski vorum of vilt og galin í því að vera með ofmikla stefnumótun í gangi á sama tíma og með kannski ofmiklar væntingar að þingflokkurinn sæti og þegði og hlustaði en á sama tíma mætti á allt en á sama tíma lét ekki sjá sig en á sama tíma færi eftir öllu sem væri ákveðið. Já, það var nú kannski ekki alveg svona. Nei, ég veit, ég er aðeins að íkja á móti, skilurðu. Það hefðu allir sama atkvæðisrétt inn á þessum fund. Já, en svo náttúrulega líka, það var reyndar svona pínustemning, þú veist, í flokknum að þú veist að þingmenn mættu ekki taka, til dæmis, ég hefði ekki geta verið og haldið utan með einhverjum málefnavinnu, þú veist, þó ég hefði mikla þekkingu í henni. Og það fannst mér vera pínu misskilningur á
eðli hins flata strúktúrs og það var rosalega mikill misskilningur hvernig flatur strúktúr virkar. Það þýðir ekki að þú getur ekki verið sem sagt, í forystu fyrir mál, þú veist, og borið ábyrgð. Það þýðir bara að þú ert ekki einráður, getur við sagt. Þú veist að og semst, það var rosalega mikið gert í því að kæfa svolítið frumkvæði, þú veist, og þegar ég segi það annarkvort í Ökli og Eyra, það var rosalega mikið í gangi og það var bara mjög gaman og þú veist, og við vorum allir núpar, þú veist, og bara alveg fullkomlega eðlilegt að fólk gerði hlutin ekki fullkomlega, þú veist, en eftir að ég hætti þá hafa eiginlega engin málefni komið inn í málefnastarfið að frumkvæði fólks af félagafundum. Þú veist, bara ef maður skoðar kosningakerfið þá rosalega mikið, þú veist, og svo bara allt í einu er mjög lítið. Þetta er aðalega kosningar. COVID og svo líka bara það að það var búið að mynda svo mikið af stefnum að fólk upplifið að það var ekki lengur endilega bara eins mikil vöntun á stefnumótun. En sko þetta snerist ekki bara stefnumótun, þetta snerist sem sagt bara að koma inn með mál sem að sem sagt, fólk brann fyrir og að fá tækifærslega rödd. Það snerist það og því að þú veist, þetta var ekki einhverjar heildræna stefnur, þetta var bara svona fólk var að koma inn með málefni sem að það brann fyrir og það var mjög gaman að geta farið og tekið málefnafundi þetta. Sammála því, en þetta datt meira niður í COVID heldur en nokkuð annað. Ég ætla samt að segja eitt sem að það gerist ekki eftir COVID. Við erum alveg að falla. Rétt að segja eitt sem að við erum að vera munur, því við gerðum þetta öðruvísi í Reykjavíkurfélaginu og þar allan sérstaklega fyrir 22 kosningarnar og líka 2018, þá leyfðum við okkur sem vorum bara á lista og höfum verið í borgarstjórn að bara taka pínu fórustu í stefnumótuninni, ekki það, við buðum sérfræðingum, við buðum grasrótinni og buðum öllu sem vildu að vera með og við beygðum okkur alveg undir það ef að niðurstaða fundarins var eitthvað annað en við höfum kannski óskað okkur og ég veit alveg nokkur mál þar sem ég í rauninni ekki alveg sammála stefnunum okkar en bara það var það sem Píratar ákváðu sem bara allt í góðu. Það er alveg fyrirmyndar. Akkurat, en það var, þú veist, við ákváðum að bara við verðum svolítið að bera ábyrgð á því að leiða það að þessi stefnumótun fari fram og þú veist, sé ábyrg og þú veist, það er svo þekking sem við höfum á þessu og frá okkar reynslu komist til skila og sé að það minnstakosti upplýst ákvörðun að fylgja ekki að þú veist, frekar heldur en að vita ekki af því hvað við vitum eða þú veist þannig. Og ég held að það sé einhver leiti bara vegna þess að það var svona aðeins rólegra og kannski bara ég veit ekki, kannski aðeins minni hópur sem að var að vinna að því að þá varð auðveldar að skipuleggja þetta og gera þetta með einhverjum yfirveguðum hætti sem að varð einhvern veginn erfiðar að gera á landsvísu, ég veit ekki af hverju en þetta hefur gengið býsna vel fyrir borgarstjórn. Ég held að framtíðingar ráðist 26 ef hvað sýndir sveitarstjórnar. Já, það er þessi málið. Já, ég er svo sem ekkert alveg sammála því. Ég held að lykillinn að því velgengni Pírata fram á því sé svolítið að fara í heiðarlega naflaskoðun og bara hanna í kringum það sem að þarf að hanna í kringum, þú veist, eins og með bara það að geta tekið á erfiðum málum, en þú veist, eins og með stefnumótunina, ég menna þó við séum með stefnu í okkur ákveðnum máli, þá þýðir það ekkert að við getum ekki tekið það aftur upp þegar að það kemur inn í, þú veist, talandi populisma, ég meina er það populismi þegar það er eitthvað erfitt að gerast í samfélaginu að það kom einhver flokkur og segja jæja komið hérna, við ætlum að halda fund og við ætlum að ræða þetta, hvernig leysum við þetta mál það er beint lýðræði. Enda erum við öll sammála það en á sama tíma þú veist það er alveg hægt að þetta úr svona jákvæðum populisma en að gæðslappa yfir í ákveði lýðskrum ef maður er bara alltaf á móti öllu sem er óvinsælt hverju sinni eða alltaf sammála öllu sem er vinsælt hverju sinni. Þar höfum við aldrei verið. Nei, ég veit það. Það er sko, þú veist, og það er eiginlega óþolandi þegar þessi populisma stimpill var byrjað að setja hann á okkur út af því að sko, við vorum ekki að gera neitt á þeim tíma sem var tengt við populisma. Þú veist, það var ekkert af þessum málum. Þú veist, fyrstu málun að stefnuskrá Pírata voru basically, ég fann gamla bæklingin daginn, ég er að fara í gegnum mín arkiv og það var basically afklappavæðing, stjórnarskráin, IMMI, upplýsingar og tjáningafrelsið og that's it. Þú veist. En þú veist, ég enda á þessum gamla fortíðamóla hérna. Nei, ég meina þú veist, þetta er enda mál sem eru alveg bara, þú veist, og þetta er samt líka ennþá mér þess að bara í brennefli, fyrir þetta er IMMI, það er bara komið í gegn, en þetta er eitthvað svona við höfum... Ekki allt, til miður. Þetta er eitthvað sem við halda svona málum. Þessum fundi lokið. Allt í góðs, takk fyrir. Þórólfur, Lenja Rún, Alessandra og Bríta.
Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og sýnir Egils verða hér aftur að viku liðinni, en Rauðaborð á morgun er með fína dagskrá og skorra okkur að horfa á það líka, en sæla sinni.